Við höfum ekki að vera feimin við það að ræða þessa hluti. Við höfum ekki að vera einhvern veginn að veigra okkur við því að segja það sem okkur finnst út af því einhverjir woke einstaklingar munu koma til með að skamma okkur fyrir það. Við höfum ekki að láta berja okkur niður undir þeim formerkjum að við einhvern veginn berum ábyrgð út af okkar hvít, heteronormatív hyggju eða eitthvað þannig. Ekki láta segja þér af slíku fólki að þú megir ekki vera með þínar skoðanir. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 7. ágúst, miðvikudagur 2025. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Pólsen, Bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsið.is og Happy Hydrate. Nú, ég vona að sumarið hafi verið gott. Núna er þetta alltaf að fara í gang, ef svo má segja. Sumarið að svona klárast núna eftir verslunarmannahelgina og fólk farið að gera sig klárt í það að byrja að vinna aftur og svona. Það eru svona nokkra hluti sem ég langar að ræða í dag. Það datt hlaðvarp núna upp fyrir, þannig að ég var ekki búinn að skipuleggja þátt. En það er, ég fekk spurningu frá vini mínum fyrir ekki svo löngu sem ég langar bara aðeins að ræða með ykkur, sem að mér þótti pínu áhugaverð og ég hafði ekki alveg svarið við henni og þurfti aðeins að leggja höfuðið í bleyti og svo núna í morgun þá voru vendingar í þessum málum, bæði varðar orðaskipti formanns Eflingar, Sólveig Önnu og Höllu Gunnarsdóttur sem að ég ræði mjög oft í þessum þætti, sem formaður VR. En það er í samhengi við breytta stefnu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Núna sem sagt ætlar Þorbjörg Sigríður að fara að keyra á því sem að hún kallar norsku stefnuna. Þessi stefna sem sagt byggir á því að í útlendingamálum séum við að taka á móti fólki undir þeim formerkjum að sem sagt, eða forsendunar, ekkert undir einum formerkjum, það er eiginlega frekar að forsendunar séu það að atvinnulífið geti torgað því magni af fólki sem að við tökum inn í landið. Og þetta er sett í samhengi við það sem að hefur verið að gerast í dvalarleyfisveitingum og hælisleitendamálum. Og hún nefnir einnig að ef að fólk brýtur af sér alvarlega, reyndar segir hún, sem að hefur ekki ennþá verið skilgreint nægilega vel að mínu viti. En hún segir sem sagt að það er að vísa fólki á brott ef að það gerist uppvíst af alvarlegum glæpum, sem er eitthvað sem ég hef reyndar talað lengi fyrir. Ég reyndar til að það ætti að vera, lár þröskuldur í þeim efnum. Ég tel að við séum ekki að gera þeim sem að hingað koma til lands neitt greiða með því að sýna glæpamönnum linkind. Ég hef náttúrulega rætt áður að það sem hefur verið mjög einkennilegt í umræðum útlendingamál almennt séð hefur verið að við byggjum þetta rosalega mikið á því að það sé verið einhvern veginn að koma til móts við jafnvel glæpamenn. Og þetta er eitthvað sem að náttúrulega Svíar brenndu sig gríðarlega mikið á. Danmörk tókst að taka í handbremsuna á þessu áður en að þeir lentu í miklu óefni, þó svo að menningarlegu áhrifin hafa verið gríðarleg. Og einn vinur minn sem hefur rætt þessi mál mikið við mig kom með þessa spurningu sem að var bara: af hverju talar þú útlendingamál? Og eins og ég segi, ég hafði ekki svarið við þessari spurningu. Ég veit ekki af hverju ég tala útlendingamál. Ég var nú með Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing, nú fyrir ekki svo löngu. Í þætti reynda sem ég var að birta opinberlega í dag. Áskrifundur eru náttúrulega löngu komin með hana þátt. En hún sem sagt sagði að þetta væri rekið á ákveðnu svona, grunni athyglis-hagkerfisins. Það er að segja að þeir sem eru í hlaðvarpsmálunum og öðru græði á því að viðhalda ákveðinni svona sjokkumræðu í útlendingamálum. Ég aftur á móti benti á það að þegar ég ætlum að sannfæra samstarfsaðila það að koma í samstarf við mig, að þá er svona það er sem að það er ekki að fyrsta sem ég bendi á, að ég er að tala islam og ég er að tala útlendingamál og ég er að tala mjög eldfim mál. Þannig að ég held að það haldi ekki alveg vatni að þeir sem að hafa áhyggjur og tala það opinberlega af þessum útlendingamálum séu einhvern veginn sjálfkrafa í því til þess að græða pening á því. Allavega tel ég fyrir mitt leyti að það eru margar betri leiðir til þess að græða pening á því sem ég geri hér heldur en að tala múslima, islam og önnur svona eldfim efni.
En ástæðan, sko, ég einhvern veginn náði ekki alveg að svara þessari spurningu strax, hvað það er sem að ég held að sé, hvað ég var að segja, samfélaginu til hagsbóta að eiga þessar samræður. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En það sem að ég fór aðeins að svona grugga í aftur er þessi hérna bók sem heitir Conflict of Visions eftir Thomas Sowell og undirtitillinn er Ideological Origins of Political Struggles eða svona rót hugmyndafræðilegs ágreinings og mér þótti að eitt sem að hann sko nefnir í þessari bók þar sem að hann fjallar það að oft á tíðum leynist pólitískur ágreiningur í því að fólk getur ekki gert sér grein almennilega fyrir stöðu hins, ekki út af því að það er ósætti það hver vandinn er, heldur aðalega sko að það byggist á fylkingum fólks sem að annars vegar hefur áhyggjur af því eða ekki áhyggjur af því hvernig málin standa í dag og fólk sem hefur áhyggjur af því hvernig málin standa eftir 10 ár. The things that we suffer according to those with the unconstrained visions, it's because of the failure of other people to be as wise or as noble as themselves, because there are no inherent reasons for us to be unhappy. So one looks at pain and difficulty in the world and says, well, this is the way life is. We'll never eliminate it. Let's be wise and prudent and erect institutions that make life as much better as possible. That's constrained. Yes. The unconstrained vision looks at pain and suffering and says we must remake the world. There are institutions causing this pain and suffering. Oh, absolutely. Okay. Og þegar ég las þetta þá þótti mér það einmitt mjög áhugavert að í útlendingamálunum þá er þetta og hefur verið eitthvað sem er mikið vandamál á Norðurlöndunum. Og það sem ég hef mikið kallað eftir hérlendis er að við eigum þessar samræður undir þeim formerkjum sem það sem við erum að horfa til þess hvað er að gerast á öðrum Norðurlöndum. En á einhverjum ástæðum þá hefur rosalega mikið verið keyrt á því að þetta sé ekki vandamál núna og þar af leiðandi þurfum við ekki að vera að spyrja okkur erfiðra spurninga. Og ég hef talað fyrir fyrirbyggjandi aðgerðum í þessum efnum og hef fært rök fyrir því að við erum ekki bara á leið í það sem að Norðurlöndin heldur erum við á nokkri hraðri leið í það sem að, hraðri leið átt að því sem að það sem að Norðurlöndin eru í dag. Og við erum með það sem að bara kallast og mætti með réttu kalla held ég bara ghetto. Ég var að ræða við vin minn sem að býr á Suðurnesjunum og hann segir bara, heyrðu, þú verður bara að prófa að fara í ræktina og verður að prófa að fara í sund. Þetta er bara eins og annað samfélag og svo sagði hann líka að ef þú verður til dæmis upp á Ásbrú að það er þessar, þar er þessi tilfinning hans enn sterkari. En það er einhvern veginn að kvarnast upp úr þessari umræðu. Nú erum við að sjá til þess að Viðreisn hefur reyndar einhverjið sagt við mig að manneskjan, hefur sagt við mig kannski fyrir 2 árum, að manneskjan sem er að fara að taka í handbremsuna í útlendingamálunum sé Þorbjörg Sigríður sem dómsmálaráðherra, þá hefði ég átt erfitt með að trúa því út af því einfaldlega að Viðreisn stóð mjög hátt í því, jafnvel í síðustu kosningabaráttu í því svona standa gegn hvað ég var að segja, þessum hugmyndafræðilega ágreining sem ég var að tala áðan, það er að segja þess fólk sem að telur að þetta stefni í óefni og það fólk sem að telur þetta ekki þurfa að, eða við þurfum ekki að athuga þetta neitt út af því að þetta er ekki komið út í óefni. En ég held við munum öll að þegar allir Þorgerður Katrín var að tala það að þetta þyrfti að vera byggja á einhverju mannúð og manngæsku og öðru. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri.
Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Það allt öðruvísi tónn í Þorbergi Sigríðu og ég tel að það sé ekki eitthvað sem að við ættum að vera eitthvað að hlæja eða eitthvað sem að gera lítið úr. Ég held einfaldlega að Viðreisn hafi kannski komið inn í þessa stöðu og gert sig grein fyrir því að þetta ekki eins einfalt og þau kannski hefðu haldið áður en þau fóru inn í ríkisstjórn. Þannig að ég bara persónulega ánægður með það að Þorbjörg Sigríður sjái vandann og sé að fara, eins og ég segi, taka í handbremsun á þessu. En svo ég víki nú að þessu sem ég var að tala áðan statusa Sólveigar Önnu og Höllu Gunnarsdóttur út af því að sko það svona frekar mikilvægt. Við heyrum til dæmis í sambandi við það inngöngu ESB, þá sagði Kristrún Frostadóttir fyrir kosningar að atvinnulífið þyrfti að vera með í þessu og stéttarfélögin og aðrir áður en að væri farið í þá vegferð sem reyndar annað umræðefni. En í þessum útlendingamálum þá snertir þetta rosalega mikið vinnumarkaðinn sem þýðir það að VR og Efling eru stórar einingar í þessu. Sólveig Anna hefur náttúrulega rekið sína baráttu í mann fyrir lífskjarasamningana 2019, þá var Sólveig Anna mikið að keyra á þeirri hugmynd það að hún væri í forsvari fyrir þá sem hefðu, lágstemda rödd útlendinga sem væru á vinnumarkaði, þeir sem væru í lægstu stéttunum og sérstaklega konur. Og þess vegna hefur þetta verið frekar áhugaverð vending. Sólveig, byrjum bara á byrjunni kannski. Halla Gunnarsdóttir skrifar grein þar sem að hún færi rök fyrir því að þetta sem að nú skrifar nú boðar dómsmálaráðherra strangari reglur dvalarleyfi fyrir fólk utan EES með vísan til þess að fólksfjölgun sé of mikil á Íslandi sem valdi meðal annars erfiðleikum innan mennta- og heilbrigðiskerfisins, auk þess sem hún heldur því fram að með hertum dvalarleyfisreglum megi minnka mansal. Við röksemdafærsluna, þetta reyndar svakalega langt, ég ætla ekki að lesa þetta allt, en við röksemdafærsluna er frekar margt að athuga og vonandi verður einhver umræða að ráðum þessa tillögur. Og þar talar hún að það fækka innflytjendum sem þurfa dvalarleyfi mun frekar breyta fjölda barna af erlendum uppruna í grunnskólum landsins, alveg sama hvernig dæminu snúið. Já, hún segir að það mun litlu breyta og hún færir rök fyrir því að við byggjum allan okkar hagvöxt á fólki sem meðal annars kemur frá þessum löndum, utan EES og færir rök fyrir því að þetta væri eitthvað sem að þurfi frekari útlistingar. En við vitum náttúrulega, og svo ég vísi nú aftur í þessa bók, Conflict of Visions, og ég náttúrulega hef, eins og mínir diggustu hlustendur vita, þá mikill hugmyndafræðilegur ágreiningur á milli mín og Höllu Gunnarsdóttur, en þetta snýst svo mikið þetta sem ég var að tala um. Það ótrúlega mikill munur á því að horfa á stöðuna eins og hún í dag og bera það saman við hvernig hún verður eftir 10 ár með fyrirliggjandi forsendur. Það mun ekki leiða til góðs ef allir Íslendingar verða minni hluti á Íslandi. Eina sem og það eru margir sem hafa sagt það núna undanfarið, eina sem gerir land að því landi sem það þjóðin í því. Ef við myndum skipta öllum Íslendingum út fyrir fólk frá Ítalíu, að þá væru við í rauninu bara ítölski nýlenda. Þannig að og núna náttúrulega þegar við erum að tala að það eru bara alls konar þjóðerni, þá erum við bara einhver fjölþjóða land. Það að segja að það væri ekki endilega Ísland, það væri bara alls konar land og kannski það eitthvað sem fýsilegt, en þá þarf aftur á móti að taka einhvers konar umræðan það út af því að miða við þessar forsendur sem að til dæmis Halla Gunnarsdóttir að leggja fram það að þetta sé allt í byggingageiranum og ferðaþjónustuna og að í heilbrigðiskerfinu og annar staðar, að þá breytir það því samt ekki að við verðum hér í minnihluta eftir örfáa áratugi og reyndar fyrir eftir í hvernig þú setur upp reiknuforsendunar eftir jafnvel áratug. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag.
og ég bent á það í svona mínum, þegar ég hef verið að reikna þetta niður að til dæmis með svona svartsýnasta spáin að það verði þá eftir 10 ár, þar að segja Íslendingar eruðu minnihluti eftir 10 ár. Það bara merkilegt og sérstaklega þegar að við erum ekki að fjölga okkur og nú erum við komin í 1,5 barn á hverja konu sem að þýðir það að okkur að fækka en samt sem áður þá fjölgar fólki í landinu. Það sér það hver maður að þú keyrir á þeim forsendum áfram að þá verður eftir stuttan tíma svo þjóð sem að fyrir var minnihluti í landinu. Þannig að þetta ekkert einhverjar fáránlega forsendur sem að fólk að ræða og sérstaklega sko ef að þið skoðið gögn frá stjórnarráðinu eða öðru að þá ótrúlega oft skýrslur gefnar út til 2040. Þannig að á öllum sviðum alltaf verið að horfa til þess hvernig lífið mun koma til með að verða eftir 15 til 20 ár. Og þá ég að vísa til skýrsluna sem að voru kannski gefnar út 2020 eða 2019 eða 2015 að það mjög oft til 2030 eða jafnvel eins og ég segi til 2040. Þannig að það einkennilegt að við ætlum að horfa á allar breytur undir þeim formerkjum að við erum að horfa til 20 til 30 ára nema það hvernig þjóð verður í landinu. Og þá segja einhver, já nei, þetta nú bara rasismi og þetta nú bara vond. En sko, ég eins og ég segi hef viljað tala þetta út af þessu. Það út af þessu sem að mig langar að tala þetta. Þetta merkilegt og út frá stjórnsýslu Íslands þetta merkilegt, út frá tungumálinu þetta merkilegt, út frá öllu sem við kemur okkar menningararfi þá þetta merkilegt. Erum við bara sátt við það að verði bara alls konar menning í landinu eða ættu við að gera kröfur til þess að fólk sé að svona aðlagast samfélaginu. Aðlögun var eitthvað sem bara orð sem að við máttum hálfpartin ekki nota fyrir ekki svo löngu út af því að það átt að skipta því út fyrir inngildingu. Og hugtaka reyndar svona leikfimi hefur einmitt verið nýtt á mjög mörgum sviðum undanfarin ár til þess einmitt að færa rök fyrir því að svona, mér langar að segja að fela ákveðin hugmyndafræðilegan ásetning. Það að segja að fólk gerir sig grein fyrir því að þeirra hugmyndafræðilega stefna sé ósjálfbær og gengi sér til húðar en aftur á móti þá alltaf hægt að breyta hugtökum þessi mál og þá einhvern veginn líður fólki betur skamma stund og þegar að fólk gerir sig grein fyrir því að þetta var einhvers konar legasaga sem þeim var sagt að þá eru fundin enn og önnur ný orð til þess einhvern veginn að afvegaleiða umræðina. En sem sagt, Sólveig Anna svarar þessu og ég langar eiginlega að lesa þetta í heild sinni. Þetta ekki jafn löng grein en mér fannst hún sko veraldið góð og Sólveig Anna náttúrulega eins og ég fjallaði þessum þætti hefur verið ótrúlega áhugaverð breyta í því hvernig umræða hefur breyst á Íslandi. Hún, ég ætla að segja að það brast ákveðin stífla náttúrulega þegar hún tekur Hallgrím Helgason á beinið í sambandi við Vókið en eins og ég fjallaði þessum þáttum áður að þá var það aldrei það eina sem var að fara að gerast og ég reyndar held að eins og í þessum útlendingamálum að þá muni mjög margt fleira gerast. Það að segja, ég held að þetta skref Þorbjargar Sigríðar í þessum máli það að reka einhverja norska stefnu. Sko öll leikjafræði tréð býður eiginlega bara upp á kosti þar sem að þetta mun koma til með að aukast. Það er að segja ef að við erum með svona VG ásinn og miðflokks ásinn í umræðunum í dag en þetta margir sem að myndu vilja ganga töluvert lengra heldur en miðflokkurinn en bara til einföldunar ef við ímyndum okkur að sé VG ásinn og miðflokks ásinn í þessu að þá sko leikjafræði tréð það er að segja allar breyturnar sem fyrir hendi munu óumflýjanlega leiða í átt að meiri svona miðflokks stefnu. Það er að segja að þessi núna stefna, hún efst það að Þorbjörg Sigríður ætli að breyta þessu í átt að einhverju norsku fyrirkomulagi en aftur á móti á þinginu og reyndar ákveðin svona slagkraftur í umræðu á Íslandi að þá erum við með miðflokk, framsókn og sjálfstæðisflokk. Framsókn aldrei að fara að reyna að beita sig fyrir því að taka mildari afstöðu í þessu.
Sigurður Ingi reyndi einhvern veginn að gera það með fyrir síðustu kosningar en það augljóslega leiddi ekki til neins. Framsóknir er náttúrulega mjög vondum stað bara pólitískt en þeir muni held ég ekki hafa hagsmuna því að vera eitthvað að taka sér saman með VG og öðrum. Þeir gætu farið einhver svona ferðamanna þjónustu vinkil og sagt að þeir ætla að fara að berjast fyrir hagsmunum þeirra sem eru utan EES til þess að taka utan ferðaþjónustuna en ég held aftur á móti að leikjafræðin bjóði ekki alveg upp á það að þeir farið þangað út af því að þá muni þeir bara missa enn fleiri til Miðflokksins og annarra flokka út á landi. En allavega, við erum með Sjálfstæðisflokk og Miðflokk. Þeir hafa bara hagsmuna því að ýta þessari umræðu lengra til hægri. Núna þegar Þorbjörn Sigurðsson kynna þetta á þinginu, þá er Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur núna að fara yfir gögnin og fara að skoða, heyrðu, ok, hvað getum við gert til þess að færa rök fyrir því að þetta ganga ennþá lengra? Það mun koma upp bara sem dæmi. Þetta tekur ekki utan mál Muhammad Korani. Þetta tekur ekki utan mál þeirra sem að nú þegar eru með alþjóðlega vernd og hafa brotið á sér. Heldur þetta að segja að þeir munu fara rök fyrir því að þetta eigi að vera afturvirkt. Ég er bara að giska út í blán, ég er ekki múin að skoða gögnin. En þeir eiga eftir að færa rök fyrir því að loka í hælisleitendakerfinu alveg sem ég er enda sammála en þeir eiga eftir að ganga ennþá harðar í þá átt út af því að þeir munu alltaf hafa hagsmuna því að ganga lengra heldur Viðreisn. Þannig eins og segi, svo ég ljúkið þessari klausu, þetta var alltaf eftir að fara í þá átt að ganga lengra heldur Viðreisn og Samfylkingin og Flokkur fólks núna að ganga. Önnur breyta þó hún sé ekki mikilvæg í þessu, þá er það aftur á móti líka það að Flokkur fólksins Sigurjón Þórðarson hefur náttúrulega verið að pislaskrif á Facebook þetta þar sem hann segir að við hefum ganga lengra í þessu. Þannig að Flokkur fólksins er líka að ýta á eftir því að þetta gangi ennþá lengra. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Kristrún Frostadóttir held ég vilji svolítið spegla sig í ímynd Mette Frederiksen og mun þar að leiðandi ekki hafa hagsmuna því að reyna að kæla þessu umræðu. Þannig að þetta er komið núna í ákveðin farveg þar sem að þetta mun alltaf ganga lengra. Og það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu en svo við snúum okkur að Sólveig Önnu að þá skrifar hún að ég verð að viðurkenna að ég á erfitt með að skilja yfirlýsingar formanns VR tillögur dómsmálaráðherra dvalarleyfismál. Það er augljóst að núverandi kerfi á innflutningi verkafólks frá löndum utan EES í gegnum dvalarleyfi er gallað. Það er í gegnum þetta kerfi sem mjög alvarleg tilfelli misnotkun vinnuafls hafa komið nýlega upp. Til dæmis mál Víetnamanna sem komið hingað til lands á vegum Quang Le. En þar, hvað hét hann aftur, Davíð Viðarsson, var þetta ekki einhver svona stærsta kökkun frá upphafi þar sem að Quang Le barnaði konu einhvers manns og tók upp nafnið hans. Ég myndi ekki vilja vera sá Davíð Viðarsson en allavega. En þar er að ræða eina stærstu rannsókn á mansali, peningaþvætti og skipulagðri brotastarfsemi í sögu lögreglunnar á Íslandi. Samkvæmt lögregluyfirvöldum hérlendis, blablabla, hún talar eitthvað þetta en svo heldur hún áfram. Það er skýr reynsla eflingar að einstaklingar frá löndum utan EES sem hingað koma til að starfa einkageiranum, til dæmis á veitingahúsum, eru miklu líklegri en aðrir til að lenda í klóm óprúttinna atvinnurekenda. Atvinnurekendur stunda skipulagða launaþjófnað á þeim og nota sér svo ástandi til að lækka standardinn fyrir allt launafólk í landinu. Þá bendir margt til að fólk frá löndum utan EES séu miklu líklegri en aðrir til að verða utanvelta á vinnumarkaðinum. Þar sem að það verður auðveld bráð fyrir gerviverktöku hjá fyrirtækjum eins og Volt sem í óða önn að grafa undan heilbrigðum vinnumarkaði. Þá virðist formaður VR skilji ekki hvað máli snýst eða sé mögulega að leita sér að tækifærum til dygðaskreitingar í innflytjendamálum sem leiður og þreytandi siður. Í yfirlýsingu hennar er miklu púðri varið í það að ræða fólksflutninga innan EES, líkt og það standi til hjá Evrópusinnunum Þorbirgi Sigríði að stöðva þá. En grein dómsmálaráðherra fjallaði alls ekkert það, heldur dvalarleyfisveitingar frá löndum utan EES, frekar skýrt og óþarfið að valda frekari óreiðu og ruglingi það.
Stjórnlausar dvalarleyfisveitingar eru ekki hagur neins og það að mínu mati undarlegt að forystufólk verkalýðshreyfingarinnar stígi fram til stuðnings þess. Það er ekki slæmt að dómsmálaráðuneytið vilji herða þessi skilyrði. Slíkt mun vonandi styðja við heilbrigðan vinnumarkað hér á landi. Áður en hinn árvökula hjörð mætir til að ausa yfir mig úr sínum dygðuðu hjörtum, þá vil ég taka fram að ég styð full réttindi og jöfnuð allara þeirra sem starfa á íslenskum vinnumarkaði óháð uppruna. Ég er stolt af því að leiða stéttarfélag sem hefur tekið svokallaða inngildingu aðflutts vinnuafls alvarlega og nenni ekki að hlusta á umvandanir frá fáfróðu milli stéttarfólki það. Góða stundir. Ég hef aldrei lesið svona langan status, afsakið þetta var ólangt, en mér finnst þetta merkilegt fyrir margar hlutasakir út af því að þannig náttúrulega talar hún Volt og hún talar hún nefnir ekki leigubílamarkað, en mér finnst hann í þessu ljósi er leigubílamarkaður en hvað ég var að segja, ég held hann sé breyta sem að hafi miklu meiri áhrif heldur en við kannski almennt gerum okkur grein fyrir. Það hefur verið ótrúlega mikið til umræðu þessi leigubílamál og það hafa jafnvel einhver reynt að færa rauk fyrir því að taxihundir og þeir sem hafa verið að vekja athygli á þessu séu bara einhverjir bölvaðir rasistar. Við búum bara við þann veruleika að það eru mæður að krefjast þess að dætur þeirra taki ekki leigubíl með lituðum mönnum. Finnst okkur það ekkert merkilegt? Er það ekki svolítið merkilegt að við séum að búa við þann veruleika að ungar konur séu að veigra sér við því að fara upp í leigubíl, þetta er svona eins Jim Crow dæmi það eru smekar við það að fara upp í bíl með lituðu manni og ég hugsa bara svona það er í besta falli mjög áhugavert. Það er í minnsta lagi, ætla ég nú að segja, það er í minnsta lagi ótrúlega áhugavert að þetta sé staðan. Og þá getur maður spurt sig, af hverju er þetta staðan? Er þetta því að þær eru rasistar? Nei, ég ætla að færa rauk fyrir því að þetta sé ekki einvörðungu, þetta kann að vera eitthvað út af rasisma, en ég ætla aftur á móti að færa rauk fyrir því að þetta er út af því að það hafa komið upp sögusagnir það að ungu stelpum hafa verið nauðgað á Reykjanesbrautinni af fólki sem ætti ekki að vera að starfa sem leigubílstjórar. Auðvitað ættu engir kynferðisafbrota menn að vera að starfa sem leigubílstjórar en þið fatti hvað ég meina. Það hafa komið mér var skutlað daginn, ég sast við bíl. Það var maður frá Palestínu sem var að keyra leigubíl. Og ég hugsaði með mér, fólk frá Palestínu er líklega hér í leit að hæli. Eru þeir sjálfkrafa komnir með hæli? Eru þeir sjálfkrafa komnir með réttindi til þess að vinna? Af hverju er maður frá Palestínu sem talaði enga ensku og ekki íslensku að keyra leigubílinn? Hvernig kláraði hann prófin? Hvernig fekk hann bíl? Það eru ótrúlega margar svona spurningar sem ég veit alveg að fólk er að spyrja sig, en það þykir kannski óþægilegt og jafnvel dónalegt að spyrja þessar spurninga. En það er allir að spyrja þessar spurninga. Af hverju er leigubílamarkaðurinn fullur af hverju eru sómalir sem eru þeir eru að valda miklum usla í það minnsta. Eins og margir, ég hef talað við nokkra leigubílstjóra þetta og þeir eru meira að jafnvel pirraðir yfir umræðinni út af því að nú er staðan komin upp þannig að Íslendingarnir neita að fara upp í bíl með þeim sem eru frá litaðir. Við tölum bara hreint út, það er oftast þegar þeir eru litaðir sem er alltaf bara hræðileg staða. En Íslendingar taka ekki þessa túra, en Íslendingar eru oftast að fara niður í Keflavík eða eitthvað annað, eitthvað stutta túra til að sækja bílana sína. Þannig að bestu túranir eru í rauninni eftir fyrir þessa aðila sem fólk þorir ekki að taka bílinn hjá. Þannig að það eru aðalega túristanir sem verða fyrir barðinu á því og mér skilst að sú staða hafi ekkert batnað og ég safi að sé ekki mann að gera nokkur skapaðan hluti í þessu. En af hverju eru til dæmis sómalir að keyra leigubíla á Íslandi? Hvernig gerðist það? Við finnst okkur það ekkert áhugavert út af því ég vissi ekki einu sinni að við værum að taka á móti fólki frá Sómalíu. Mér skilst það er náttúrulega mikil átök í Sómalíu en ég bara vissi ekki að væri svona mikið af flóttafólki og ég skildi ekki alveg hvernig þeir kæmust upp í það að verða leigubílstjórar. Þetta eru áhugaverðar spurningar og það hefur ekkert með litarhaft að gera fyrir mig að ég sé að tala um þetta. En aftur á móti litarhaftur orðin forsenda fyrir því hvort að ungar stúlkur stígu upp í bíla með mönnum eða ekki. Það er áhugaverð breyta og mér er alveg sama hvað hver segir það. Þetta er bara mjög áhugavert og þetta hefur að gera með svona sömu þætti og
Sólveig Anna að ræða, þó svo ég held náttúrulega að Sólveig Anna sé ekki sammála mér nokkur skapaðan hlutir varðar efnahagsmála, þá hún samt sem áður ófeimin við að tala hreint út þessi mál. Það eins og hún segir hérna, það óreiða og ruglingur í dvalarleyfiskerfinu og það ekki hagur fólks innan verkalýðshreyfinga að viðhalda því ástandi. Og ég einhvern veginn hugsa ykkur bara degluna sem hefur líka myndast að þetta hefði aldrei gerst fyrir aðeins bara örfáum árum. Það hefði aldrei gerst að þessi umræða væri rædd á þennan veg. Og ég, eins og ég segi, það frekar óheppilegt fyrir þá sem eru kannski ósammála mér það hvað stefna ætti að vera hérlendis í þessum málum, að pólitíkin býður ekki upp á það að vera með neina ræðu eða svona gagnrýni frá vinstrinu. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það mun ekki vera neinn gagnrýni frá vinstrinu og ástæðan svo sem ég var að tala áðan að leikjafræði módeli bara býðir ekki upp á það, en líka út af því að fólk algjörlega búið að breyta skoðun á þessu á mjög skömmum tíma. Fólk sem var að skamma mig fyrir 2 árum og 1,5 ári fyrir það að vera að tala þessi mál og segja að ég væri ónargeitin og eitthvað þannig, núna að senda mér alls konar einhver svona Instagram reel sem eru einmitt mjög í svona, átt að því sem það sem að vera að gagnrýna flóttamannastefnu í Bretlandi og Norðurlöndunum. Þannig að það ótrúlegar breytingar búin að eiga stað á öllum þessum málum. Og svo ég líka, ég fæ þakkir frá íslenskum múslimum það að ég sé að taka þessu umræðu. Þeir segja við mig, já, nei, ég get náttúrulega ekki verið að taka þetta, ég þori ekki að vera að tala þetta. Það kvótaflóttamaður hérna, ég kann ekki að segja nafnið hennar, hún Selcika Kristín Klábukar. Hún skrifaði hérna á Vísi, ævinlega þakkláti flóttamaðurinn, þar sem hún að tala það að það sé mjög jákvætt að við höfum tekið á móti kvótaflóttamönnum og þeir ættu að vera þakkláttir fyrir það hvað sé vel tekið á móti þeim. Hún sendi mér reyndar gríðarlega mikið af upplýsingum það hvernig hún sæi þessi mál. Hún hlustaði á viðtal mitt við Jasmínu Cernats þar sem að hún einmitt gagnrýndi það mjög harkalega, ekkert mjög harkalega, hún gagnrýndi bara það að Ísland sé einhvern veginn málað upp sem eitthvað vont land, en færir aftur á móti rök fyrir því að það sé ekkert vont við það hvernig við séum að taka á móti fólki, heldur ætti fólk að vera þakklátt. Ég ætla ekki að taka afstöðu til þess, en ég aftur á móti búinn að vera að fá skilaboð frá múslimum og öðrum það að, já, eða bara þakklæti í garð mín til fyrir það að tala þessi mál. Og svo ég svara nú kannski upp á spurningunni sem ég hafði ekki svarað við, það kannski bara ástæðan. Ég held og bara ég tel mig fullvissan það að við séum ekki að gera útlendingum greiða með því að vera feimin við að tala þessi mál. Það það sem að gerist í Svíþjóð eins og kom fram í viðtalinu mínu við Margréti Valdimarsdóttur afbrigðafræðing núna síðast. Það var feimnin sem að bjó til þessar aðstæður. Það ekki það að Svíar hafi tekið eitthvað illa á móti fólki, það ekki það að það hafi ekki verið eitthvað skort á inngildingu. Breytan sem að nefnd reyndar sem að ég tel að sé pínu rétt sem að við erum samt að apa eftir öllum öðrum það að voru búin til gettó. Það var ótrúlega fyndið náttúrulega að horfa á umræður JL-húsið þar sem að fólk sem hefur verið að tala það að við hefum að taka vel á móti fólki í Ásbrú og var ekki að fara að sjá neinn einasta flóttamann í sínu nágrenni í JL-húsinu. Var ekki Stefán Einar sem talaði það hjá Frosta í að við ættum að vera gera flóttamannabúður við hliðin á Kaffi Vest og sjá hvernig fólki myndi líka við það. En þú veist, þetta að breytast og það engin Gísli Marteinn eða neinn sem að fara að breyta þessu. Þetta komið í farveg þar sem að þetta mun bara koma til með að aukast. Þessi þróun mun bara vinda upp á sig. Miðflokkur og sjálfstæðarflokkur munu fara lengra
til hægri í þessum umræðum, þó svo að það sé einkennilegt að tala með þetta sem vinstri hægri, þá held ég að það muni aftur á móti koma til með að gerast. Þannig að þetta verður, eins og segi, mjög áhugavert. En svo ég ljúki bara aftur bara á því að segja að ástæðan fyrir því ég tala útlendingamál út af því að ég í fyrsta lagi tel að það ekki landinu, það ekki farsælt fyrir landið að við ræðum þetta ekki, og að helstu fórnarlömbin fyrir því að við séum feimin að ræða þetta séum þeir útlendingar sem eru hérna fyrir. Ég held að við getum gert þetta vel. Ég held að við getum gert vel í því sem að komið ef að við spörkum þeim sem eiga ekki að vera hérna úr landi og erum ekki feimin við það, að þá mun það búa til miklu betri farveg fyrir alla þá sem að eftir verða sem að vilja standa sig vel á Íslandi. Við höfum ekki að sýna einhverja linkind gagnvart glæpamönnum. Við höfum ekki að vera feimin við það að ræða þessa hluti. Við höfum ekki að vera einhvern veginn að veigra okkur við því að segja það sem okkur finnst út af því einhverjir woke einstaklingar munu koma til með að skamma okkur fyrir það. Við höfum ekki að láta berja okkur niður undir þeim formerkjum að við einhvern veginn berum ábyrgð út af okkar hvít heteronormatív hyggju eða eitthvað þannig. Ekki láta segja þér af slíku fólki að þú megir ekki vera með þínar skoðanir. Ef að fólk aftur á móti á öndverðu meiði eða ósammálar eitthvað, þá getur það bara fært rök fyrir því. En þetta náttúrulega algjörlega leiðindi loka að við séum einhvern veginn að láta berja okkur niður undir þeim formerkjum að við séum hvít eða gagnkynhneigð eða tvíhyggju mælandi eða hvað sem þetta nú heitir allt, þannig að eins og segi, það nú búið. En eitt bara rétt að lokum Pardus.is/einpæling ef þið viljið styðja þetta framtak. Það eins og ég segi, ég græði ekki á því að tala þessi mál. Þó svo að mörgum þykir gott að ég sé að tala það, þá það ekki til hagsbóta efnahagslega að vera að ræða þessi mál. En aftur á móti, ef þið teljið að þetta sé mikilvægt málefni sem að ég að ræða, þá megið þið endilega fara inn á Pardus.is/einpæling þar sem að þið gerist áskrifendur, og ef að þið einhverjum vandræðum með það að koma hlaðvarpinu, þar að segja áskriftarleiðinni inn á ykkar hlaðvarpsveitu, þá megið þið bara senda á mig skilaboð og ég skal leiða ykkur í gegnum það. Þið getið hlustað sem áskrifendur á hlaðvarpið á Apple Podcast. Þið getið haft það þannig að það uppfærist alltaf beint inn á veituna sem að þið notið, að ef þið notið Stitcher eða Castbox eða Apple Podcast eða hvaða hlaðvarpsveitu sem þið notið, að þá megið þið bara senda á mig og ég skal leiða ykkur í gegnum það, út af því að það langþægilegast að hlusta á hlaðvarpið í efnisveitu frekar heldur en á netinu. En Alvöru Bón, Pólsen, Bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsið.is og Happy Hydrate eru samstarfsaðilar mínir. Þeir eru ekki sammála mér allt, en það líka bara þannig sem við viljum hafa það. Við viljum ekki vera sammála allt, annars hefði ég ekki til að tala Þannig að bara takk æðislega fyrir að hlusta. Vonaði hafið það gott, vonaði komið vel undan helginni, verslunarmanna helgin þar að segja, sem það eins og segi 7. ágúst í dag þegar ég að taka þetta upp. Ég held ég gefi þetta út núna á morgun, en ef þið eru ekki áskrifundur þá veit ég ekki eins og hvernig þið fáið þetta. En vinir ykkar verða allavega löngu búnir að hlusta á hana þátt, út af því að þeir styðja við málfrelsið með því að fara inn á Pardus.is/einpæling. Fleira var það ekki í dag. Takk æðislega fyrir að hlusta, þangað til næst.